Ágætu nemendur, foreldrar, starfsfólk og aðrir gestir. Velkomin á útskrift 10. bekkinga í Grundaskóla. Í upphafi athafnar mun ég fara yfir dagskrána, en ég vil einnig minna á nokkur atriði sem tengjast því að við erum ekki enn alveg laus við COVID-faraldurinn. Í sætum ykkar, það að segja fullorðna fólksins, foreldra, í sætum ykkar eru miðar sem þið þurfa að fylla út með nafni, kennitölu og símanúmeri og að lokinni athöfn skulu þið skilja miðana eftir í sætum ykkar. Varðandi myndatökur, það er nú reyndar aðeins búið að fara yfir það áðan, þá mun aðili frá okkur taka myndir af öllu sem fram fer og þessar myndir verða aðgengilegar á lokuðum vef þar sem þið getið nálgast þær. Við munum senda ykkur tengil á myndirnar í gegnum tölvupóst og einnig á Facebook-síðu árgangsins. En þið getur svo auðvitað smellt myndum af sjálf, en það verður þá að vera úr sætunum ykkar, ef við megum ekki vera mikið á ferðinni. En dagskrá athafnarinnar er eins og hér segir. Sigurður Arnar mun byrja á að flytja ræðu skólastjóra. Að því loknu þá förum við beint í afhendingar á einkunnum og verðlaunum í leiðinni. Síðan munum við fá kveðju frá 10. bekkingu og strax eftir það fáum við kveðju frá umsjónarkennurunum ykkar og eftir það fáum við kveðju frá foreldrum, fulltrúum foreldra og síðan verðið þið sjálf með skemmtiatriði í lokin. Flytja eitt lag úr söngleiknum sem þið eru nýhætt að sýna og svo endum við þetta á lokaorðum frá skólastjóra. En gjörðu svo vel, Sigurður. Ágætu nemendur, foreldrar og aðrir gestir. Að baki er erfitt og fyrir margra hluta sakir óhefðbundið skólaár. Skólaárið 2020 til 2021 fer í sögubækurnar sem eitt af furðulegasta í sögunni. Við lifum einstaka tíma þar sem heimsfarsótt hefur lagt milljónum manna velli og heimsbyggðin öll hefur þurft að lifa eftir stífum sóttvarnareglum. Stjórnvöld allan heim hafa þurft að skerða frelsi fólks, loka skólum, stofnunum og jafnvel landamærum. Þetta hefur verið erfiður tími en vissan hátt einnig lærdómsríkur. Á þess ári lærðum við til dæmis að meta hluti sem áður töldust sjálfgerðir. Það má nefna að mega heimsækja ættinga og vini, að ferðast landið okkar, að geta verið öruggur og njóta umhverfisins. Á þessu ári vorum við minnt á hversu mikilvægt það er að standa saman og hjálpa það sem ein heild. Það má segja að ekki bara sumt heldur flest hafi verið gert með öðrum hætti þetta skólaárið. Ofan í heimsfarsótt kom í ljós umfangsmiklar skemmdir á skólahúsnæði, þannig að tíma starfaði skólinn í 7 byggingum allan bæinn. Í þessari stöðu hefur reitt á alla aðila, en skólasamfélagið hefur staðið saman og tekist á við mikinn vanda af yfirvöldum. Ótrúlegt en satt, þá mistum við ekki út einn skóladag í öllu þessum vandræðum og flutningum milli bygginga. Fyrir það ber að þakka sérstaklega. Grundaskóli var settur á þessu skólaári mánudaginn 24. ágúst. Skólinn tók fyrst til starfa þann 7. október 1981 og í haust er komið að 40-afmæli skólans. Við munum að sjálfsögðu halda upp á þennan merka áfanga með afmælishátíð á síðari hluta ársins. Ég vil hvetja ykkur nemendur til að vera duglega að koma í heimsókn og taka þátt í hátíðarhöldum, því þrátt fyrir að þið séu brátt útskrifuð úr grunnskóla, þá verður Grundaskóli
alltaf ykkar skóli. Nú í lok skólaársins eru 674 nemendur í skólanum, sem fjölgun um 21 nemendar á síðasta skólaári. Nemendur skiptust í 30 bekkjardeildir í 1. til 10. bekk og eru 22 nemendur að meðaltali í hverri bekkjardeild. Í ár og í dag erum við að útskrifa 68 nemendur úr 10. bekk og 1 úr 9. bekk. Starfsmenn grundaskóla eru samtals 113 í miðstóru stöðugildum. Kennarar eru 67, að skólastjórn og stoðteymi meðtöldu og aðrir starfsmenn 46. Það margs að minnast frá þessu ári. Baráttan við COVID og glíman við ótrúlega byggingarskeldir tóku sinn toll. Við vorum heppin á Akranesi og í grundaskóla því örfá smit komu upp í okkar umhverfi. Það sem stendur upp úr eftir þennan óvenjulega tíma hversu allir stóðu saman, nemendur, foreldrar og starfsfólk. Í raun upplifðu þið aldrei nein stór vandamál, heldur frekar verkefni sem þurftum að leysa saman sem ein heild. Þessi risa vinnustaður þurfti að standa saman. Þegar við hugsum tilbaka varð heilmikil þróun á námi og kennslu og nokkur ýmiss konar tækni tók stórstígum framförum. Að því munum við búa í framtíðinni. Við erum einnig með dæmi nemendur sem unnu mun betur í fjarnámi heldur en í hefðbundnu skólaskipulagi. Hins vegar voru nemendur mjög fegnir þegar þessu lauk, þar sem samvera og samvinna og félagsleg samskipti skiptu auðvitað mestu máli þegar upp staðið. Eins og alltaf hafa nemendur okkar staðið í ströngu við að leysa fjölbreytt námsverkefni, auk þess sem þeir hafa tekið þátt í ýmiss konar keppnum utan skólans. Allt og langt mál var að reka það allt hér, en mig langar þó að nefna eitt verkefni. Það leiklistaverkefni sem 10. bekkingar, útskriftarnemar, tóku þátt í og var lokaverkefni ykkar á þessu skólaári. Þar stóðu þið ykkur öll frábærlega og margir unnu mikinn persónulegan sigur. Það nefnilega mikill lærdóm fólginn því að standa á sviði, leika, dansa og syngja. Stórt hrós til ykkur allar með þetta verkefni. Ég vil þakka einnig þeim foreldrum sem lögðu verkefninu í lið, það voru þó nokkrir, sem komu og lögðu fram vinnuframlag. Þátttaka foreldrar sem þessi ómetanleg fyrir skólasamfélagið. Við í grundaskóla fáum árlega marga gesti í heimsókn. Allir þessi gestir segja það sama, en það að í skólanum ríkir notalegt andrúmsloft, þar sem nemendur eru kurteisir, opnir og taka vel á móti þeim sem heimsækja skólann. Þetta umsókn sem ég virkilega ánægður með. Þetta einnig vitnisburður ykkur, ágætu útskriftarnemar. Þið hafið þroskast vel og elst á allan hátt. Ég ætla ekki að halda þið kannski hér fram að allt hafi verið vandræðalaust, en framfarirnar hafa vissulega miklar. Í dag yfirgefur skólinn öflugur námshópur, hópur nemenda sem heldur vel utan hvern annan og mun án vafa standa saman hvert sem leið þeirra liggur. Þessa samstöðu og samkennd þarf að varðveita og hlúa vel að. Á lífsins vegi liggja margar hættur. Fréttir í fjölmiðlum afleiðingar fíkniefnaneyslu, umræður ofbeldi og kúgun í samskiptum eitthvað sem á að veita athygli og forðast. Þegar reynir á gott að eiga góða að. Já, það rétt sem segir í laglínunni, góður vinur getur gert kraftaverk. Ég vil hvetja ykkur öll til að halda áfram í námi. Margar og fjölbreyttar námsleiðir í boði og framtíðin ykkar. Hvert og eitt ykkar býr yfir ómetanlegum hæfileikum. Trúið því hvert og eitt að þið eru mikilvæg. Að þið sem einstakar skiptið máli. Einhvern daginn verð þið
mikilvægasta manneskja í lífi einhvers vegna þess hvert þið eruð og hvernig. Þeir eru sárafáir sem gangi í gegnum lífið án þess að verða einhvern tíma fyrir vonbrigðum eða mótlæti. Með jákvæðu hugafæri, virðingu gagnvart samferðamönnum og ykkur sjálfum og trú á drauma framtíðar mun ykkur eflaust farnast vel. Það er ósk mín og von að ykkur muni farnast vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Ég vona líka að þið eigi góða minningar úr grundaskóla og hugsið til skólans og kennarinn ykkar með hlýju nú og þegar framlíða stundir. Þið og foreldrar ykkar hafið síðan 10 ár átt ykkar þátt að gera grundaskóla að góðum skóla. Fyrir það er ykkur færðar þakkir. Við munum sakna ykkar en hlökkum til að fylgjast með ykkur glímaði verkefni framtíðarinnar. Ég er ekki vafa að þið ættu að slá í gegn. Ágætu nemendur. Þið eru það bil að kveðja skólan ykkar og fáið vitnisspörn árangur vetrarins afhenta. Eins og gengur er niðurstöðurnar mismunandi. Ég vil enga síður nota þetta tækifæri til að minna ykkur á að einkunnir eru aðeins einn mælikvarði á árangur ykkar. Nú er komið að afhendingu einkunna og viðurkenninga. Ég ætla að biðja Flosa að koma hérna upp og aðstoða mig. Spennan er mikil í hópnum. Velkomna, Stefán. Ég tek fram að við ætlum alls ekki að vera að nota þennan rampirna en það er kröftað sko. Já, við lesum þá nöfnin á okkur upp og þið komið hérna og fáið afhent umslag og það máttu fá afhent velun fyrir góðan árangur. Og fyrstur á blaði hjá okkur er Alex Tristan Sigjónsson og hann fær jafnframt velun fyrir framúrskarandi árangur í heimilisfræði. Þá er Almar Kári Ásgeirsson. Amíra Þöll Ástrósadóttir. Arnar Freyr Brynjólfsson. Arnar Gauji Björnsson. Baldur Bent Valdar Oddsson. Baldur Freyr Birgisson. Berglind Huld Viktorsdóttir. Birgir Atli Brynjarsson. Birgir Halldórsson. Björn Davíðsdóttir. Hún fær jafnframt velun fyrir framúrskarandi vinnu og störf að félagsmálum. Og þá er Daði Freyr Gunnarsson.
Daði Már Alfreðsson. Hann fær einmitt verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í stærðfræði. Og þá er það Dagur Karl Líndal Þrastarsson. Daniel Breki Bjarkarsson. Og Daniel Kristinas, en hann fær verðlaun úr Ingunnarsjóði fyrir grúnmennsku og góðan námsárangur. Og Elisabeth María Jóhannsdóttir. Elsa Marín Steinarsdóttir. Elvíra Agla Gunnarsdóttir. Og hún fær viðurkenningu fyrir frábæran árangur í skólaíþróttum. Gísli Fannar Ottesen er næstur. Og Gísli Freyr Þorsteinsson. Guðmundur Skarphéðinn Gíslason. Gyða Alexandersdóttir. Og þá er það Gylfi Kristinn Garðarsson. Og hann fær jafnframt hvatningarverðlaun Akraneskaupstaðar. Og Hafrún Tinna Hafsteinsdóttir. Haukur Andri Haraldsson. Hektor Bergmann Garðarsson. En Hektor fær viðurkenningu fyrir frábæran árangur í skólaíþróttum. Hjalti Rafn Kristjánsson. Íris Rakel Aðalsteinsdóttir. En Íris fær jafnframt viðurkenningu fyrir samviskusemi og dugnað. Og þá er það Jóel Duranóna. Og Jóel Þór Jóhannesson. Hann fær nú eiginlega bara alveg haug af verðlaunum. Hann er hérna með verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ensku og félagsmálum og síðan fær hann svokölluð Guðmundarverðlaun fyrir frábæran heildarárangur á grunnskólaprófi. Júlíus Duranóna.
Hann fær líka verðlaun, það veitt ákveðið að list- og verkgreinakennurum, en þetta einkum fyrir framúrskarandi árangur í heimilisfræði. Jörgen Mikael Jörgensson. Jörgen fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í dönsku. Og Katrín Fjóla Ásgeirsdóttir. Hún fær sömuleiðis viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í ensku. Katrín María Ómarsdóttir. Hún fær viðurkenningu líka í tengslum við verkefnamiðað nám með áherslu á náttúru og samfélagsgreinar. Kári Kristinsson. Kolbeinn Tumi Sveinsson. Krista Björt Huldudóttir. Og Líf Ramund Kristinsdóttir, en hún einmitt að útskrifast einu ára snemma. Logi Mar Hjaltested. Málfríður Júlía Ingvarsdóttir. Nikulás Mýrdal Sigurðsson. Nína Dögg Hilmarsdóttir. Nói Klagston. Óðinn Máni Gunnarsson. Hann fær viðurkenningu eða hvatningarverðlaun Akraneskaupstaðar. Ólafur Bjarki Stefánsson. Það er eitthvað ruglið á bunkanum hjá okkur. Sinne.
Komdu svo, í græðu þetta. Það lítur á dottið og búkarinn fyrir starfaliðinu. Pálmi Rúnar Ísólfsson. Pétur Ólafur Einarsson. Ragnar Sól Karlsdóttir. En hún fær einnig hvatningaverðlaun Agneskaupstaðar. Síðan er það Ragnheiður Gunnarsdóttir. Ragnheiður Hjálmarsdóttir. Rakel Katrín Sindradóttir. Og Rakel Mirra Njálsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í sænsku. Rakel Ýr Grans. Rósa Kristín Hafsteinsdóttir. Rósa hlýtur einnig verðlaun úr Ingunnarsjóði fyrir prúðmennsku og góðan námsárangur. Sigrún Dóra Jónsdóttir. Sigrún Egla Unnarsdóttir. En hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íslensku. Sigurjón Jósef Magnússon. Sigurjón hlýtur einnig verðlaun. Hann fær verðlaun fyrir verkefnafniðar nám með áherslu á náttúru og samfélagsgreinar. Thelma Björg Rafnkelsdóttir. Tristan Sölvi Jóhansson. Unnur Ósk Ragnarsdóttir. Viktoría Þórey Þórðardóttir. Ylva Vaxtar Unnarsdóttir. Ímir Jánsson. Ímir fær einnig viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í sænsku. Þorgerður Alma Guðmundsdóttir. Og Þorgerður Alma fær einnig hvatningaverðlaun Agneskaupstaðar.
Þórður Freyr Jónsson. Og að lokum Þórður Ingi Hjaltason. Já, heyrðu. Næst á dagskrá er ræða eða kveðja frá 10. bekkingum. Er ekki 3 fulltrúar sem að þetta koma hérna upp á svið? Gjörðu svo vel. Kæri 10. bekkingar, foreldrar, starfsmenn og aðrir. Við erum Björk, Jóel og Rósa og stöndum fyrir hönd 10. bekkinga og ætlum aðeins að rifja upp skólagönguna. Við mættum öll hingað fyrir 10 árum síðan, tannlaus og með allt of þungar skólatöskur, tilbúin að takast á ný verkefni, haldandi að við gerðum sigra heiminn. En þegar við lítum tilbaka, sjáum við vorum bara pínulitlir, óþroskar óvitar. Á yngsta stiginu fetum við okkar fyrstu skrif flestum. Maður eignast fyrstu vinina. Við lærum að lesa, byrjum að þroska sem einstaklingar og byrjum að læra lífið. Í öðrum bekk gerðum við stóru bókina og lærum hvernig börnum verður til sem okkur fannst ógeðslega fyndið. Í 3. bekk lærðum við Akranes og í 4. bekk skelltum við okkur Alþingi. Á þessum 4 árum bæði stækkuðum við og þroskuðumst mikið og alltaf beið maður eftir næsta stigi sem þá var miðstigið. Þegar maður horfir tilbaka sér maður hvað það var næs að þurfa ekki að hafa áhyggjur af neinu nema við hvernig maður ætlaði að leika eftir skólann. Eftir 4. bekk var á miðstigi. Þá voru flestir komnir með fullorðinstennurnar en margir með engar augabrúnir í brúnum timburlandsskóm, einn og ekkert á hæð og margir eru gelgjumín. Á miðstiginu var margt skemmtilegt bralla. Þar byrjuði allt stelpudrama meðan strákarnir voru grenjandi út á gervigrasi. Margir byrjuðu saman en þau sömbönd urðu flest ekki en einu. Í 5. bekk lærðum við víkingaáform á Eiríksstaði, í 7. bekk skelltum við okkur í Reykholt eftir að hafa lært Snorra Sturluson og í 7. bekk var þetta Reykjaskóli. Þar gerðist ýmislegt. Margir lentu í drama, aðrir byrjuðu saman, sumir voru bara slakir að njóta en allir eru saman að það hefði verið ógeðslega gaman. En svo má ekki gleyma Danaheimsókninni. Næst var það unglingadeildin. Skemmtilegustu árin að mati flestra og ef ekki allra. Eins og á hinum 2 stigunum fannst manni að maður alltaf vera svo fullorðinn og með alltaf hreinu, en svo fattar maður að það ekki raunin. Að byrja í unglingadeildinni er svipað að byrja í grunnskóla því allt verður svo nýtt og spennandi eins og í 1. bekk. Böllin, Arnardalur, að fá að vera inni í frímó, síðan eru það breytingarnar á valinu og margt fleira. Frá því við byrjum í unglingadeildinni hefur mjög margt gerst. Við fermdumst, fórum á fullt af böllum, eignuðumst mörg nýja vini, það skall á heimsfaraldur, vorum flutt í FFA, við settum upp söngleik og fórum í geggjað lokaferð. Við vitum að allir eru komnir með nóg af COVID, en það verður aðeins að minnast á það. Líf okkur allra breytist mikið þegar við byrjum í heimaskóla. Maður hitta ekki allt fólki sem maður vanur að hitta á hverjum degi og þó þetta hafi verið næs í byrjun, byrjaði maður að hlakka til að fara aftur í skólan. Svo fengum við nokkra mánuði að venjulegum skóla, en svo kom önnur bylgja. Sem betur fer fórum við ekki aftur í heimaskóla, en maður var fljótlega þreyttur á grímum og tveggjametrareglu. Þegar allt var loksins farið að vera venjulegt aftur, kom mygla í Grundarskóla og við vorum seld í FFA. Það hefði mikil áhrif á félagslífið, en styrkti árganginn okkar mikið. Á þessum 10 árum höfum við skapað margar minningar sem við munum eiga eilífu og viljum þakka skólastjórnendum, öllum frábæri starfsmönnum skólans, hvort þeir hafa kennt okkur eða bara svo mikið sem snýtt okkur eða heima skóla, því öll vinnið þið geggjast af.
Allra mest vil ég þakka Berglindi, Úrsulu, Írisi, Aldísi og Rósu fyrir að gera síðasta áfall skemmtilegasta af öllum og fyrir að vera alltaf til staðar fyrir okkur. Þær hafa lagt sig allar fram við að gera námið eins hentugt fyrir hvern og einn og hægt og gætum við ekki beðið betri kennara. Þó að síðustu ár hafi verið erfið hafa kennararnir gert allt í þeirra valdi stóð til að okkur líði vel og fyrst og fremst að við skemmtum okkur í skólanum. Til að sýna ykkur hvað við þakklátt fyrir ykkur viljum við í árgangi 2005 gleðja ykkur með smá gjöfum. Við viljum sérstaklega þakka Aldísi Rós fyrir að hafa lagt sig alla fram með að gera félagslífið á þessu ári skemmtilegt og eftirminnilegt og hægt var, þrátt fyrir erfiðar aðstæður og stórar hindranir. Hún hefur fundið alls konar skemmtilegar og góðar lausnir til að hafa félagslífið eins gott og hægt var fyrir okkur og erum við öll gríðarlega þakklátt fyrir það. Auk þess að vilja gleðja kennarana okkar viljum við einnig gleðja núverandi og framtíðar nemendur skólans með peningaupphæð fyrir taflborði. Síðast en ekki síst viljum við þakka öllum samnemendum okkar fyrir þessi 10 ógleymanleg ár og fyrir alla skemmtilegu og góðu minningarnar sem við höfum skapað saman. Við viljum óska öllum góðs gengis í öllu sem við ákveðum að gera og þó að nú skiljist leiðir vonumst við til þess að við getum öll skapað ennþá fleiri skemmtilega minningar saman í framtíðinni. Takk fyrir okkur. Og Aldísi og Rósu að koma upp á svið. Ertu til í að vera tilbúin að fylgja fyrir okkur á eftir? Hún að kynna ykkur? Nei, þú þurfum ekki að kynna okkur. Hún ekki að vera rafnir? Nei, það er að vera oft þegar það var að fara saman. Það er ekki stress, við gerum þér ekki. Hvað er á hálfum mínútu? Elskurnar okkar, elsku börnin okkar, elsku litlu krút. Mikið erum við stoltar að standa hérna og geta sagt að við séum kennararnir ykkar. Hvert og eitt ykkar hefur á einhvern hátt náð að festa sig í okkar innstu hjartarótum. Það sem situr eftir öll þessi ár, er fyrst og fremst væntumþykja, gagnkvæm virðing og ótal dásamlegar minningar. Hæ! Róa sig! Við erum ekki full væmna hér. Þetta hefur ekki alltaf verið svona einhvern sæla á bleiku ský. Ég man nú þegar ég og Úrsula hittum árganginn á haustdögum í 7. bekk. Guð minn góður. Í öðru eins höfuverkilegt. Við þurftum til að mynda fylgnir í list og verkgreinar í íþróttatíma og þar voru ófáa frímínúturnar sem við þurftum að skerast í, leika á gervigrasinu eða þurrka tár eða ræða reglur fótboltans. Því svo virtist sem allir væru mættir úrslitaleik í Íslandsmóti. En hægt og bítandi, þá fóru samt að rofa til og koma í ljós að undir öllum þessum hávaða og látum reyndist ótrúlega flottur og kraftmikill hópur sem getur nú nýtt kraftinn og eljuna sér til framdráttar bæði í námi og leik. Þið eru hópurinn sem hægt að plata í alls konar vitleysu og skemmtilegheit og þið eru hópurinn sem passa hvort upp á annað
og við erum fullvissar það fyrir hvergi nærri hætt því. Munið bara það að það að vera góð manneskja er það sem skiptir öllu máli í lífinu. Og munið að vera alltaf örlítið betri en við þurfum að vera. Þetta hefur verið ótrúlega viðburðaríkur tími og við munum án nokkurs efa líta til þessara ára með hlýhug og yl í hjarta ókomin ár. Það er ótrúlegt að standa hérna núna, horfa eftir öll svona sæt og fín og dásamleg og hugsa til þess að nú skilji leiðir. Við óskum ykkur allsins besta í framtíðinni, hlítið ykkur hægt og munið að njóta augnabliksins. Já, spurningar mínar, þið vitið hvar við erum, ef ykkur vantar spjall, eða knús, eða bara sparkið þið vitið. Og að lokum, þá ætlum við að sýna ykkur hérna myndband sem var gert lokaferðin með Aldís Rós. Við erum alltaf með tæknimann okkar vegum, bæði ljósmyndara, allt múlið hér, konu. Ég ætla líka að nefna bara að við erum alveg ótrúlega þakklátar fyrir bæði Aldísi og Rósu sem hafa fylgt okkur í vetur og hafa eiginlega fullkomnað þetta teima okkur. Við sammála því krakkar? Jú. Hér er myndbandið. Njótið.
þessi ferð hefur greinilega verið eitthvað. Ógleymanlegt greinilega. En næst á dagskrá kveðja frá foreldrum. Og það Karen Linda Ólafsdóttir og Ísólfur Haraldsson sem ætla að koma hérna upp og flytja ræðu. Kæru útskriftarnemar, skólastjóri, starfsfólk grundaskóla, foreldrar, forráðamenn og aðrir góðir gestir. Fyrir hönd foreldra árgangsins ætlum við, Kæru Ísólfur, að segja nokkur orð til ykkar, kæru útskriftarnemar, sem og nokkur orð til skólans. 10 ár í grunnskóla og útskrift staðfest. Við færum öllum starfsmönnum skólans sem komið hafa að kennslu og uppeldi barna okkar á einn eða annan hátt okkar bestu þakkir fyrir samstarfið. Sérstakar þakkir fá umsjónarkennararnir og þær Aldís og Rósa fyrir sitt framlag á krefjandi og alls konar tímum eins og fólkmann yfir. Takk fyrir okkur. Dagurinn í dag er stór dagur. Þetta er dagur sem þið munu öll hér inni muna ókomna tíma. Ákveðnum áfanga hefur verið náð og morgun verður allt aðeins öðruvísi en í gær. Mér finnst svo stutt síðan ég útskrifaðist sjálf úr þessum skóla, ég man svo vel, þá var salurinn ekki kominn. Útskriftin fór fram inn í stofunum inn í unglingadeild, 3 stofum þar. Við nemendur sátum í einni stofu, foreldrar í annarri, kennaraskólans í þriðju. Guðbjartur Hannesson heitinn, eða Gutti skólastjóri, hélt ræður og Flossi, Siggi og Rósa umsjónarkennarar útskrifa okkur. Það var einmitt verið að tala við okkur framtíðina og við stæðum á ákveðnum tímamótum. Við þyrftum að vera gagnrýna þar sem við sjáum og heyrum, velja góða leiðir, allt það sama og verið að segja við ykkur í dag. Það sem ég man mest eftir var þegar Gutti sagði að við værum öll einstök, hvert og eitt okkar, saman og sitt í saman. Og að einhvern á skjali skipti máli en væri samt ekki kannski það mikilvægast í því. Heldur væri það mjög mikilvægt að vera heiðarlegur, samkvæmur sjálfum sér og koma vel fram með aðeina. Það er eiginlega nákvæmlega það sem okkur langar að segja við ykkur. Já, veljið ykkur vettvang sem þið hafa áhuga á, berjist fyrir honum, hrasið og dettið og verið óhrædd við að gera mistök. Þetta er ekki spurningin hvernig þið dettið, heldur hvernig þið standið upp. Þegar þið finnið ykkur í einhverju, fara hlutirnir að gerast. Þið finnið fyrir metnaði sem það hefur sennilega ekki upplifað áður og vinnan eða verkefnin sem breytast í áhugamál. Ég er ekkert orðað þetta, en þess að vinnan sennilega ekki upplifað áður og vinnan og verkefnin breytast í áhugamál. Leiðin af þessu getur verið holótt og hún getur reynt á. En fagnaðarlætin eftir sigurinn ómótstæðilegur. Lífið alls konar, verkefnin eru alls konar, við eru alls konar. Saman myndum við heild og þurfum á hvert öðru að halda. Það engin keðja sterkari en veikasti leggur. Lífið nokkuð skemmtilegt, það fullt af óvæntum hlutum og þið þurfið að takast á við alls konar. Rétta leiðin ekki alltaf létta leiðin, en ferðalagið þess virði. Þið eru einstök og þið eru hvert og eitt ykkar. Þið eru einstök eins og þið eru hvert og eitt ykkar. Þið eru ólík og verða alltaf, en þið tilheyrir samt alltaf þessum hópi sem útskrifast saman á grunnskóla. Alveg eins og 6 + 3 = 9, þá verður 5 + 4 = 9. Þótt þið séu ólík, þá myndið samt sömu heildina. Haldið hópinn, passið upp á hvert annað. Þegar framlega stundir þá mun átt ykkur á því að þessi tenging, þessi vinabönd, eru ein mestu verðmæti sem þið eigið. Svo kemur mjög stál brýnir stál, manneskja brýnir mannesku. Við fengum smaðstof við þetta.
Í augum Berglindar, Úrsulu, Írisar, Aldísar og Rósu má sjá glitta í söknuð og líka mikið stolt. Það sama á við okkur foreldruna. Við munum sakna skólans og fyllum stolti af ykkur á þessum tímamótum og óskum þess heilt að framtíð ykkar verði björt. Að þið veljið góðar leiðir og heilbrigðar leiðir. Já, leiðirnar eru ótalmargar og ólíkar. Og svo leið sem þið veljið þarf ekki endilega að vera leiðin ykkar að endastuð. Verið óhrædd við að skoða í kringum ykkur. Takið beygju, snúið við og leita annarra leiða ef ein leið gengur ekki. Því á leiðinni geta ný tækifæri komið við. Vertu þú sjálfur og fylgdu því. Vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Manneskjan var ekki sett í kökuformið. Hver og einn hefur sinn hæfileika og þú ert ekki vinur þinn eða vinkona þinn, þú ert þú. Lifi lífinu sem veitir ykkur veljið. Maður er svo stressað. Hitrandi í stólnum á náðunum. Lifi lífið, velja, Nei, ég á það. Þetta er ekki stress. Lifið lífi sem veitir ykkur velja, en ekki lífi sem lítur vel út. Glansmyndir endurspegla ekki líðan fólks, en það sem þú getur gert til að tryggja þér betri líðan er að koma heiðarlega fram, ganga í málin, þó að sjá að þetta en fara réttu leiðin. Hún er oft lengri, en vá, hvað er gott að koma hreint fram og hafa ekki áhuga. Munið því að... Nú mátt þú. Þetta er svo langar að segja svo mikið. Munið því að hugsa hvað ykkur langar, ekki hvað aðrir vilja fyrir ykkur. Þið hafið rétt til að vera svo vilji að svo miklu leyti að þið gangi ekki á rétt annarra. Framundan í ykkur eru ár sem geta verið ótrúlega skemmtileg, en líka erfið. Þetta eru mikilvæg mótun ár hjá ykkur og þið eigið eftir að sjá að árangur erfið eru tvær hliðar á sama peningin. Það þroskar persónuleika ykkar að læra að standa þeim fótum, læra að þekkja mun á rétt og röngu, þora að standa með sjálfum sér, finna hvað veitir ykkur lífssamlega. Haldið hópinn, styðið hvert annað, veljið ykkur nám eða starf tengt ykkar áhuga. Það gæti tekið tíma, finn jafnvægi leik og starfi, ekki gefast upp ef ein leið gengur ekki verið óhrædd að reyna aðra. Njótið lífsins, verið góðu hvort annað og reynið að hafa alltaf jákvætt hugafar. Þó móti blási, þá verður einhvern veginn allt svo miklu einfalt. Og munið hvað Gutti sagði, verið heiðarleg og komið vel fram með aðra. Takk fyrir okkur og til hamingju með daginn. Við þakkum þeim Ísólu og Karen fyrir. En krakkar, nú er komið að því að þið láti ljós ykkar skína og nú er komið að því að stór hluti nemenda í 10. bekk flytji fyrir ykkur lokaatriði úr söngleiknum Úti er ævintýri sem þið hafa verið að sýna undanfarna viku. Og þannig að þið bara sippið ykkur á svið og komið ykkur í stellingar, eða ekki?
sem ég vona að allir fengi að sjá. En já, það heitir Happy og þetta er svona happy ending á grunnskólanum okkar, þannig ég kan bara byrja. Fuglar fljúga loftið kring og færa
gaman svona þegar einn árgangur fer í svona verkefni. En hérna það er nú komið að lokum hjá okkur og Sigurður Arnar ætlar að slúta þessu fyrir okkur núna. Gjörðu svo vel, Sigurður. Það er búin að kveikja mikrofónum. Það getur kannski verið slökkt á honum að... Það er komið. Herðu, þið sjáið að þetta er fullkomið börn sem þið. Það er svona vandræðalegt yfirleitt þegar kom svona foreldraræður þá með maður uppgötta að kenndi fyrir einhverju mörgum á. Svona unglífur. Heyrði, hérna, það var smá klúður hjá Góður áðan, það tapaðist eitt útskrifarskjal. Ég get sagt eitthvað þetta er framför hjá okkur, því við einu sinni glemtum öll. En Óskar, ég gæti að vilja fá þig hérna upp og það hafa ekki með þetta. Kæru vinir, þetta var glæsilegur endir hjá okkur og endurspeglar öflugan hóp, frábært lag, frábær söngleikur, frábæri krakkar. En nú er þetta síðasta mínútan í ykkar lífi í grunnskóla og ég ætla að nota þessa mínútu til að færa ykkur kveðju allra starfsmanna grundaskóla og hérna fylgja góðar kveðjur bjarta framtíð. Standið ykkur. Takk fyrir í dag.